Og svo sé stórt. En... Það er ekki bara eins og að vera. Er það ekki bara sniðugt það? Jú. En það kemur ekki hér. Er þetta eitthvað blörrað? Þetta er hér í lagi samt. Já, hvað er þetta lagi? Þessu pröfum hljóð. Herri, ég heyri hljóð. Þú heyrir halló, halló, halló? Já. Já. Halló, halló, þetta er... Já. Hæ. Að kíkja? Já. En sjáum það að vera þetta, ég er virkið yngstu. Herri, Ása, gæti þú að byrja fyrst og svo kaffi? Já. Og maður er bara að panta að setja það. Sækja þetta upp hundu. Stínu var með klárt. Kaffi og bara að það kemur eitthvað getur... Balla þeirra komir. Sjálfsagt. Það er hann hengir bara, sem maður, þú fyrir með það. Ég sagði að við verðum svo útlítinn að það er inni. En er þetta ekki hugtakt Eða allt sem þið hefur? Sett líka blæruna fyrr sem er bara matvælsjóð. Þú veist, þegar að það er fyrstur. Já, og ég held hann inni. Já, ég sé það mikið. Á leiðinu, mætti Stínu. Á, bestu Stínu.
Blessar. Halló. Það á að vera stað. Så fare Já, það ekki. Við varum svona sko... Núna það bara svona. Já. Ég vil það ekki. Nei. Séðin hvað? Við getum gert það bara. Svona. Við getum það bara local review eða séðin hvað. Já. Við getum ekki gert bæðið sko. Það alveg bráðspennt. Við vorum svona með skilur við hluta hérna við saman. Bara mæla alltaf sem stað. Það ekki lengur ég. Ég mætti nú ekki þetta var svo ekki ræðin á það. En svo breytist það. Hljóða? Allt klárt? Megum við byrja bara? Ég megi byrja bara. Dásamlegt. Góðan blessaðan daginn og gleðilega hátíð. Gleðilegan matvælasjóðsdag. Þetta svona langþráður draumur að koma og sigla í höfn. Það það bil 1,5 ár síðan að ég kynnti fyrst hugmyndir þetta og því afskaplega ánægjulegt að sjá ykkur komin hér saman í dag hér í þessum sal og sömuleiðis yfir netið að fagna því og taka þátt í því að hleypa þessu verkefni af stokkunum. Og eins og þið þekkja þá gengur þessi hugmynd út á það að stefna saman AFS-sjóðnum og Framleiðnisjóði landbúnaðarins og þessi hugmynd hefur núna verið í allnokkuð tíma í mótun inn í ráðuneytinu. Ég lagði fram frumvarp á Alþingi miðjan apríl síðastliðinn. Það var í kjölfar þess að Ríkisstjórn Íslands tók ákvörðun það að leggja töluvert upp úr því að mæta áhrifum veirunnar, COVID, meðal annars með því að leggja til fjármuni við stofnun sjóðsins og það ekkert litla fjármuni, heldur 0,5 milljarð króna, 500 milljónir króna sem stofnframlag til viðbótar því sem að AFS-sjóðurinn og Framleiðnisjóðurinn hefur, þannig að í allt má segja að við séum á þessu ári að setja til þessara verkefna hvað 800 milljónir hátt í það. Og eins og ég gat áðan að þá lagði ég fram frumvarp í apríl þetta efni og það hlaut
góðar viðtökur í þinginu, gott brautargengi, það var afgreitt mótatkvæðalaust í vor og því ber að fagna. Þannig að það var mjög mikil samstaða þetta verkefni, pólitísk. Frá þeim tíma hefur átt sér stað mjög öflug og góðs vinna við að koma sjóðnum á fót undir forystu Gretu Maríu Grétarsdóttur, stjórnarformann sjóðsins sem hefur leitt þetta starf í samstarfi við bændasamtökin og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Og meiningin með þessum fundi hér í dag að kynna þetta verkefni fyrir ykkur. Það stundum sagt og ekki síst nú stundir að við þurfum að framleiða meira, skapa ný störf og til þess að koma okkur út úr þessari stöðu sem við erum í, bæta samkeppnishæfni Íslands. Þetta svona stundum jaðra við að vera frasi í tali manna nú stundir en innihaldið í þess mikill sannleikur. Og við þekkjum það ágætlega Íslendingar að á tímum sem þessum, þegar eitthvað bjátar á í efnahag landsins, þá eru svona ákveðnar vélar í samfélaginu sem að malla bara og ganga sinn gang og sjá bara sitt hlutverk sem þessar atvinnugreinar hafa haft í áraraðir eða ef ekki aldir sumar hverjar. Þetta sjávarútvegur, þetta landbúnaður og svo á síðustu áratugum orkuframleiðsla. Og þetta bara gengur og heldur þeim lifistandard sem við eigum hér í landinu og allt annað byggir á þessum grundvallarverðmætum sjálfbærri nýtingu auðlinda á Íslandi. Þannig hefur það verið í gegnum tíðina og þannig mun að verða. Og í þessu endurspeglast kjarnarhlutverk Matvælasjóðsins að ýta undir þau tækifæri sem að þetta skapar okkur sem þjóð. Ég vil segja það sömuleiðis til viðbótar þessum orðum mínum að ég hef lagt á það áherslu að þessi sjóður muni styrkja og styðja við framleiðslu, verðmætasköpun all land og reyna að vinna með þeim hætti að það styðji framleiðsluna sem næst upprunastað. Og það mjög ánægjulegt að sjá það að þessi áhersla hefur ratað inn í stefnu sjóðsins sem að við ætlum nú að fara að kynna. Og ég vil bara áður en ég gef og kalla Gretu Maríu hér upp að þakka öllum þeim sem að þessu verki hafa komið. Þetta töluverð mikil vinna og kallar á það hvort tveggja að fólk miðli upplýsingum og takist á leiðir og hugmyndir. Og það ánægjulegt að sjá þennan afrakstur sem að Greta María að fara að kynna hérna og ég bið hana bara gjöra svo vel að koma hér upp og ganga til verka. Gjöra svo vel, Greta. Já, kannski bara meðan að við erum að skipta glærur og gera allt tilbúið að bara segja ykkur frá því að þessi vinna er búin að vera ótrúlega skemmtileg. Bara góð samstaða hjá okkur í stjórninni og höfum fengið alveg frábært starfsfólk í ráðuneytinu að vinna með okkur að þessu. Og við byrjum í júní og eins og ég segi hefur gengið svakalega vel. Ég get bara koma. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla aðeins að segja ykkur frá svona uppbyggingunni á sjóðnum og í framhaldinu munum við fara og skrifa og samþykkja formlega svona stefnu sjóðsins. Og bara svona aðeins til að segja ykkur, það matvælasjóður.is að þar eru alltaf upplýsingar. Þannig ég hvet alla sem ætla að kynna sér sjóðinn betur eða að sækja sem að við náttúrulega gerum ráð fyrir að verði gríðarlegur fjöldi, að kynna sér heimasíðuna. Það er þetta bara að fara inn á matvælasjóður.is. Síðan eru upplýsingar styrkjaflokkana og helstu skjöl, stefnan, handbók, hæfisreglur, stjórn
og starfsreglur stjórnarinnar og síðan fer ég að útskýra þetta aðeins svona í kynningunni en endilega kynna sér þetta efni því það er það sem að umsóknir þurfa að uppfylla ákveðna formkröfur og við viljum náttúrulega að fólk sé bara að kynna sér efni þannig að þau geri það og fái efnislega meðhöndlun. Nú ætlum ég að fara aftur yfir í PowerPoint-kynninguna. Hvernig þetta bara Í kynninguna? Já. Ég hef eitt hérna á pröfu. Það er bara Já, ég. Matvælasjóður er á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og hlutverk sjóðsins er að styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla úr landbúnaðar og sjávarafurðum. Og að því sögðu þá vil ég leggja áherslu á því það er svo mikið, sjóðurinn er líka að horfa á sjálfbærni. Þannig að í ferlinu og við sem þjóð höfum ná góðum árangri í því og með okkar auðlindir, hreinu orkuna sem við höfum, að við höfum ná góðum árangri í því að nýta vel þessar afurðir og getum að sjálfsögðu gert enn betur. Og þetta á líka við það sem að tilfellur, það er þetta að sækja styrki til þess að nýta það sem að tilfellur í ferlinu og búa til aðra afurðir. En sjóðurinn var stofnaður með lögum núna í lok apríl og eins og segið, síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. Áhersla sjóðsins er á nýsköpun, sjálfbærni, verðmætasköpun og samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu land allt. Við erum að horfa til þess að stuðningur við matvælaframleiðslu verður sem næstu upplifun hennar. Og við fylgjum eftir heimsmarkmiðum og þegar að verkefni eru metið þá er verið að horfa til allar þessa þátta að stefna sjóðsins hefur vægi í mati verkefna. En í þessum tilgangi þá styrkir Matvælasjóður verkefni og rannsóknir, einstaklinga og lögaðila. Aftur kem ég að sýna hvernig verkefni. Það er í rauninni allur skalinn, allt frá hugmyndastigi að markaðssetningu og til hagrænýtra rannsókna. Og sjóðurinn veitir einnig styrki til að styðja við vöruþróun og markaðssókn á erlendum mörkuðum. Þannig að það er eftir miklu sækjast og við skiptum þessu í 4 flokka og ég ætla aðeins að renna yfir það að við viljum reyna að ná, og við vorum öll sammála það sem að þessu komu, að við viljum geta stutt við allt ferlið, allt frá því að maður gengur með hugmynd í maganum, þangað til að maður er búinn og byrjar að selja vöru á markaði og búinn að ná árangri. Þannig að það eru 4 styrkjaflokkar. Hugmyndaflokkurinn okkar sem að styrkir verkefni hugmyndastigi heitir Bára. Af því að svona Bára fleytir manni áfram og tilgangur Bárunar er að kanna fýsileika, greina eða útfæra hugmynd tengda íslenskri matvælaframleiðslu. Og þessi flokkur er hugsaður fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem að velta árlega undir 300 milljónir króna eða eru ung fyrirtæki sem stofnuð fyrir 5 árum eða skemur. Þannig að þarna erum við að miða, eins og segja, ná til þessara í grasrótina. Og styrkurinn er að hámark 3 milljónir og verkefnislengdin sem að verkefni má taka eru 6 mánuðir. Og ég sé alltaf að þarna er tækifæri fyrir þá sem hafa gengið með hugmynd í maganum, hvort sem er að taka sér launusleyfi eða einhvern hátt geta keypt sér einhverju smá ráðgjöf, fara og athuga þessi hugmynd sem maður er búinn að hugsa og er búinn að hugsa alltaf að meikar þetta ekki bara sens, af hverju ekki byrja að gera þetta. Nú er tækifæri til þess að taka á skarið, sækja og fara og kanna hvort þetta sé ekki fýsilegt. Og dæmi styrkama verkþætti í þessu er til dæmis að gera viðskiptaáætlunina, hagkvæmnisathugun, er þetta að gera einhverjar tilraunir með hráefni, prófa einhverjar nýjar aðferðir eða eins og segja vinna nánari útfærslu á hugmynd sem maður jafnvel byrjar á og var búinn að setja til hliðar. Þannig að þetta er Báran. Síðan er það Keldan og Kelda er jú þarna uppspretta og við gerum ráð fyrir því líka að Keldan verði uppspretta nýrri þekkingu, hvað sem er þekking á einhverjum nýjum tækni eða nýjum ferlum eða nýjum aðferðum sem við ætlum að beita. Þannig að Kelda styrkir rannsóknarverkefni sem miða að því að skapa nýja þekkingu. Og tilgangurinn er að styðja við þessar grunnrannsóknir og þær stuðla þá að nýsköpun, sjálfbærni, verðmætasköpun
samkeppnishæfni í þessari grein, í íslenskri matvælaframleiðslu. Og flokkurinn er opinn fyrir alla. Þannig að hvort sem þú sért fyrirtæki eða háskóli eða opinber aðili eða hópur saman sem er náttúrulega hefur líka oft skilað góðum árangri að aðilar taki sig saman og vilja skoða eitthvað. Og það er náttúrulega sjálfsögðu alltaf opið að menn séu að sækja saman þó að sé einn sem að fara fyrir og sæki styrkin og er leiðandi í verkefninu og beri svona ábyrgð á því. En þá er náttúrulega að gera að þetta sé samstarfsverkefni. Og þarna er að hámarki 30 milljónir króna sem er hægt að sækja og verkefni má taka 12 mánuði og það er gert ráð fyrir að umsækjendur komi með 20% mótframlag. Síðan er það afurðin og það er flokkur sem við gerum ráð fyrir að þú ert að búa til einhver afurð, hvort sem að í rauninni hvaða vara sem er það matvæli eða er það eitthvað snyrtivörur eða eitthvað ný aðferð. Að afurðstyrkjaverkefni sem eru þá komin af hugmyndastiginu en þau eru ekki tilbúin til markaðssetningar. Þannig að þau ná þarna, afurðstyrkjur allt þarna á milli. Þannig að mjög opið og breytt skóp sem að þessi styrkjaflokkur hefur. Tilgangurinn er eins og áður að þú sért að þróa einhver afurð sem að styður þá við stefnu sjóðsins. Og aftur þarna bara að benda á það að skilyrði flokksins er að vera sig að vinna með hráefni sem að tengist matvælaframleiðslu. En þannig getur við að ræða bæði frumhráefnið en líka aukaafurðir sem verða til í framleiðsluferlinu. Og þetta er fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Og styrkurinn, hann getur verið að hámarki 30 milljónir og eins og áður var verkefni spanna 12 mánuði og þarna gert ráð fyrir 30% mótframlagi. Og við erum að byggja upp þannig að keldan þú gerir ráð fyrir 20% að þú ert komin að styttra það. Verkefni kannski, eins og segir, grunn rannsókn í afurð ertu komin aðeins lengra þannig að við gerum ráð fyrir aðeins meira mótframlagi þar. Og fjórði flokkurinn okkar er fjársjóðurinn, þar sem maður er búinn að búa sér til verðmæti og situr á okkur í fjársjóð og maður á bara eftir að koma eða sækja nýja markaði eða vil komast inn á markaðinn. Þannig að fjársjóðurinn, hann styrkir markaðsátak og uppbyggingu innviða sem að tengjast sókn á markað. Og aftur, þá erum við að styrkja eins og segja hvort sem að séu afurðir tengdum íslensku matvælaframleiðslu en alltaf í takt við stefnu sjóðsins. Þannig að eykur þetta sjálfbærni, er þetta eitthvað nýtt, er þetta meiri verðmætasköpun því við erum að sækja inn á nýja markaði og getum flutt meira út. Eða er þetta eitthvað tækni eða þekking sem að gera það verkum að við verum samkeppnishæfari. Og þessi flokkur, af því að þarna eru hugsun fyrirtæki, að því við gerum ráð fyrir því að þegar maður er kominn með vöru, að þá er maður kominn með rekstur í kringum vöruna. Þannig að þarna erum við að horfa á fyrirtæki. Af því að maður fyrir ekkert að selja eitthvað nema að vera búinn að vera allavega með einhvern rekstur í kringum það. Og þarna eru líka 30 milljónir og verkefnislengd er að hámarki 12 mánuði og þarna erum við að gera ráð fyrir 50% mótframlagi af því að við erum komin bara það langt í ferlinu. Kannski aðeins að vera held áfram að því sögðu þá erum við náttúrulega, sjóðurinn er að opna, þetta er í fyrsta skipti sem við erum að fara að útluta og við höfum rætt það mikið í stjórn sjóðsins að þegar maður fyrir að stað þá þurfum við að byrja með eitthvað ramma og það þýðir ekki endilega að fyrir næstu úthlutun að því við munum sjá núna hvort að við séum að smíða sjóðunum of þröngar skorður einhvers staðar. Þannig að við ætlum að leyfa okkur það að endurskoða alltaf eftir úthlutun hvað má betur fara og hvort að við þurfum þá að breyta einhverjum, hvort sem að sé styrktar upphæðinni eða tímalengdinni eða mótframlaginu. Þannig að við erum alveg, eins og segja, gerum okkur grein fyrir því að þetta er ekki meitlað í stein. En aðeins bara svona praktísk atriði, umsóknin. Eins og ég sagði á hann, ég gerir náttúrulega ráð fyrir og það er búið að hafa mikið samband og við finnum fyrir greiðlegum áhuga. Þannig að við hvetjum alla til þess að fara að huga því að sækja og það er sótt á mínum síðum stjórnarráðsins. Í handbókinni er farið vel yfir þetta ferli. En þegar maður er að sækja í þessa flokka sem eru 30 milljónir, sem sagt kelda, afurð og fjársjóð, þá eru 2 skjöl sem að verða að fylgja. Það er skjal sem er völdskjal sem í rauninni að fara, er raun umsóknin og er allar upplýsingar verkefni, hvaða verkþætti ætlar að vinna, hver eru markmiðin, hvernig eru tengslin við stefnuna, hverjir koma verkefninu og svo framvegis. Síðan er Excel-skjal sem þá verið að segja hvaða kostnaður fylgir verkefninu því að maður er að sækja styrk til þess að fá upp í þennan kostnað sem maður er að láta út í verkefninu. Þannig að þessi skjöl verða að fylgja.
En báran, sem eru 3 milljónir, þar er mjög einfalt. Þar þarftu bara að skila 10, max 10, það má vera styttra, 10 glærum, þar sem þú ert að kynna hugmyndina þína. Það má meðal annars þá vera þar inni hlekkur á stutt myndband, en það er ekkert meira sem að fylgir því. Þú sækir að vísu náttúrulega í gegnum mína síður á vefstjórnarráðsins, en það er engin skjöl stór sem það þarf að fylla upp, bara að koma hugmyndinu svona framfæri og gera það sem einfaldast og skýrastan hátt. Þannig að aðeins svo ferlið, við erum opnað fyrir umsóknir í dag, bara í þessum töluðu orðum er búið að opna fyrir umsóknir og við ætlum að hafa opið til mánudagsins 21. september. Eftir að er lokað fyrir umsóknir, þá fara allar umsóknir í forskoðun. Og þarna hvet ég alla sem að sækja skoðiði vel kröfurnar sem eru gerðar. Af því að ef að umsókn stenst ekki forkröfur, þá fær hún ekki efnislega, hún fær ekki mat fagráðs. Og það er mikilvægt að fá mat fagráðsins, af því að þar eru aðilar að lesa og þeir gefa manni þó maður fái ekki styrka þessu sinni. Og ég segi alltaf, þá mun hugmyndin þróast og hún mun verða betri og maður fær umsögn fagráðs ef að umsögnin fær efnislega, er farin yfir hennar efnislega, þá fær maður umsögn sem er mjög dýrmætt, af því það eru 3 aðilar sem að lesa hverja umsögn. Þannig að skoðiði vel forkröfurnar. Síðan fyrir yfir stjórnin, ráðherrar úthlutar í framhaldi, síðan er samningafundur, það er svo sannarlega þarf að gera samning, því þarna eru fjármunir. Og við gefum okkur, ef allt gengur vel, þá erum við að gera ráð fyrir seinnihlutinn í október og við getum úthlutað. En við ætlum ekki að setja inn eina dagsetningu, þetta er fyrsta skipti og það mun verða meiri vinna heldur en mun verða. Við munum bæta okkur og verða skilvirkari, en svona í fyrsta rándi erum við að renna blíkt í sjóinn. En eftir samningafund þá er samningurinn undirritaður og styrkgreiðslur skiptast í 2. Þannig að þú færð 50% við undirritun og svo færð 50% eftir að lokaskýrslu hefur verið skilað. Bara nokkur atriði til að hafa í huga, er verkefni í samræmi við stefnu sjóðsins, eins og ég sagði áðan með formkröfurnar, eru þær útfylltar, er kostnaðurinn sem sóttur styrkhafur, það er til dæmis ekki hægt að sækja til tækjakaupa og þetta er vel listað í handbókinni hvað má sækjum og eru öll gögn sem krafist meðfylgjandi. Fagráðið, bara aðeins þess að segja ykkur það, að umsóknin sem berast fagráði er skipt niður á fagráðsmenn og það eru alltaf 3 lesarar. Og þeir eru í rauninni, fá ekki vita og vita ekki þeir vita hvað þeir eru að lesa og þeir sjá ekki hvað einhvern aðrir gefa eða hvað aðrir meta fyrir að þeir eru búin að skila sínu. Ástæðan fyrir þessu að það séu 3 lesarar eru það að það eru oft, fólk hefur ekki alltaf sömu skoðanir eða eitthvað getur misskilið eitthvað, þannig að til þess að við allir séu að sitja við sama borð, þá viljum við fá fleiri sjónarhorn og athuga þá hvort að það komi upp eitthvað misræmi í mati á umsóknunum og ef svo er þá hægt að ræða það. Af því að var það eitthvað sem var ekki skýrt og eitthvað misskildi, þannig að við viljum ekki að eitthvað svoleiðis komi í veg fyrir það að eitthvað gott verkefni geti fengið styrk. Þannig að síðan ætlum ég bara að segja ykkur, í handbókinni þá er þessi blaðsíða, hún er sem sagt í meiri dítil. Það er sagt hvað sem sagt umsóknir eru metnar á nýnami, áhrifum sem að þú getur þar að leiða til sem sagt verðmætasköpuninni og tengslum við stefnuna og síðan á framkvæmdinni. Og það fer að sjálfsögðu eftir í hvaða styrkjaflokk maður er að sækja, hvernig og hvaða vægi hver flokkur hefur. Og ég hvet alla til þess að skoða þetta vel, af því að til að mynda Keldu sem er rannsóknar, þar hefur nýnaminn meira áhrif heldur en til dæmis hvað maður er að fara að sækja í fjársjóð og er komin með vöruna á markað. Og til að mynda í fjársjóðin skiptið þú ert komin með vöruna, þannig að þá er meira vægi á framkvæmdina. Er umsóknin trúverðug hvað varðar framkvæmd, hvað varðar tíma, hvað varðar kostnað, þannig að þá vegur sá þáttur meira. Þannig að ég hvet alla til þess að kynna sér þetta vel. Eins og ég sagði áðan, frekar upplýsingar, matvælasjóður.is, þar er handbókin, hér er líka hlekkur inni. Og ef það einhverjar spurningar, þá endilega senda tölvupóst. Sérfræðingar matvælasjóðs munu svara tölvupóstum á matvælasjóður@anr.is. Og þær spurningar sem að koma þar inn munu vera settar undir spurt og svarað á heimasíðunni. Þannig að þá er hægt að sjá hvaða spurningar hafa verið að koma og gott að kynna sér það áður maður svarar eða fer og sendir inn einhver fyrirspurn.
Þannig að þetta var svona það sem ég ætlaði bara að segja ykkur og við bara, ég segi bara gangi ykkur vel og við hlökkum rosalega til að sjá afraksturinn og ég efast ekkert um það að það muni frábær verkefni koma út úr þessu. Þannig að takk fyrir það og núna ætlum við að skrifa undir stefnu Matvælasjóðs en stefnuna er að finna heimasíðunni og hlutverk Matvælasjóðs sem stofnaður var með lögum nr. 31, 30. apríl 2020 er að styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla á landbúnaðar- og sjávarafurðum. Og ég hvet ykkur eins og segja til þess að kynna ykkur þetta, en nú ætlum við svona að gera þetta formlega og samþykkja þetta. Gjörðu svo vel. Þá er þetta bara að koma á. Já, Svo, takk fyrir. gangi þér vel. Takk sömuleiðis. Og bara takk ykkur öllu sem að mættu og takk fyrir þeim sem að fylgdust með í streyminu og bara ekki hika við að hafa samband eða einhverjir spurningar og aftur gangi ykkur vel.